Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Katrín Jakobsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. Heilbrigðisráðherra. Herra forseti. Í hádeginu mátti heyra fréttir af því að áformum nýtt einkasjúkrahús í Mosfellsbæ væri slegið á frest og talsmaður erlendra fjárfesta biði eftir tillögum frá íslenskum stjórnvöldum breytingar á þessum áformum og hann biði eftir að ná samtali við hæstv. Heilbrigðisráðherra. Í raun má segja að þessar fréttir allar sem við fengum að heyra í sumar af áhuga innlendra og erlendra fjárfesta á að reisa nýtt einkasjúkrahús í Mosfellsbæ, fjárfestingu upp á 50 milljarða, hafi auðvitað vakið mikið umtal og margar spurningar, sérstaklega þegar í ljós kom að þarna átti að gera meira fólki kleift að borga sig í raun og veru inn til að fá tiltekna þjónustu fram hjá hinu íslenska heilbrigðiskerfi. Og strax heyrðum við varnaðarorð frá ýmsum sérfræðingum að þetta gæti haft veruleg áhrif á íslenskt heilbrigðiskerfi, þetta gæti grafið undan því kerfi sem við höfum byggt hér upp. Þarna myndi skapast samkeppni starfsfólk, þetta væri vísir að tvöföldu kerfi. Í stuttu máli má segja að varnaðarorðin hafi glumið úr öllum áttum og hæstv. Heilbrigðisráðherra kom fram og lýsti áhyggjum af þessum áformum. En spurningin sem eftir stendur í fyrsta lagi sú: það er ekkert í innlendri löggjöf sem kemur í veg fyrir að fjárfestar geti byggt upp starfsemi af þessu tagi og jafnvel ekki sótt leyfi fyrr en búið er að byggja heilan spítala, eins og þessir fjárfestar lýstu því yfir þeir ætla að gera. Þeir lýstu því yfir þeir ætla að byggja hér aðstöðu fyrir 50 milljarða og sækja svo leyfi sem hefði þá væntanlega verið erfitt að hafna. Og mig langar að spyrja hæstv. ráðherra, finnst honum það eðlilegt að í löggjöfinni séu engar leiðir til þess að koma í veg fyrir slík áform ef fagaðilar og ef meta þau hættuleg fyrir innlent heilbrigðiskerfi? Ef stjórnmálamenn í landinu eru sammála að þeir vilji ekki byggja upp tvöfalt heilbrigðiskerfi, er þá ekki eðlilegt að það séu einhverjar leiðir til þess í lagaumhverfinu til þess að koma í veg fyrir það? Þetta er fyrri spurningin sem mig langar að beina til hæstv. Heilbrigðisráðherra. Hæstv. heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson tekur til máls. Virðulegi forseti. Já, ég heyrði það í hádegisfréttum að þessi fjárfesti biði eftir breytingatillögum frá stjórnvöldum við áform sín, en þau áform hafa einfaldlega ekki verið kynnt stjórnvöldum, þannig að ég held að það sé mjög vandasamt að setja fram einhverjar breytingatillögur við einhver áform sem maður þekkir ekki. Þannig að það er nú eitthvað broga við þessa umræðu alla saman. En þar sem að hv. þingmaður spyr það hvort það sé ekki athugunar virði að það sé engar hindranir í íslenskri löggjöf við einhverjum áformum sem kunna ógna stöðunni í íslenska heilbrigðiskerfinu, þá er því til að svara að í 26. gr. laga heilbrigðisþjónustu og í 6. gr. laga embætti landlæknis eru ákveðnar girðingar, en það er hins vegar alveg ljóst að það þarf að skerpa á regluverkinu, reglusetningunni, því að ég tel nauðsynlegt að landlæknisembættið og ráðuneytið fari betur í gegnum lagarammann, og við höfum undirbúið það, ég og landlæknir, að setjast yfir það verk. Regluverkið hins vegar var af starfshópi sem var settur á laggirnar árið 2012 metið þannig að það væri ekkert í löggjöfinni sem að skorti á til þess að láta þennan einkarekstur vinna með einhverjum skynsamlegum hætti. Það er mjög umhugsunarvert að minni hyggju ef að landlæknisembættið telur einhver áform ógna stöðunni í íslenska heilbrigðiskerfinu, að þá hafi landlæknisembættið ekki tæki til þess að vinna gegn slíkri ógn. Ég fellst ekki á þennan skilning og til þess höfum við mælt okkur mót, ég og landlæknir, til þess að fara í gegnum þessa reglusetningu. Það getur ekki verið með þeim hætti að kerfið hafi ekki neinar varnir ef að stöðunni í heilbrigðiskerfinu er ógnað. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Katrín Jakobsdóttir tekur til máls. Herra forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra svörin
og ég vil ítreka það að ég tel mjög mikilvægt að það séu í senn leiðir fyrir stjórnmálin annars vegar og hins vegar fagaðila að hafa áhrif á þessa þróun mála. Og það auðvitað getur ekki verið eðlilegt að svona nokkuð sé í raun og veru ákveðið bara með einu pennastriki hjá tilteknu sveitarfélagi án þess að til framfæri bæði umræða á pólitíska sviðinu hér á Alþingi og hins vegar meðal fagaðila. Þannig að ég fagna því að það sé fyrirhugað að fara yfir þetta regluverk. Hin spurningin sem ég er með hér og hæstv. Ráðherra kom að, það er auðvitað hvað varðar þessi áform. Hæstv. Ráðherra hefur lýst yfir í fjölmiðlum og sagði það hér áðan að hann hefði í raun og veru aldrei fengið kynningu á þessum áformum. Ég vil spyrja í ljósi þessara orða, þessa fjárfestis, hann hefur ekki einu sinni fengið, ég spyr hvort að hæstv. Ráðherra hafi fengið ósk um fund með þessum fjárfestum og hvort að ráðherrann hafi í raun einhverjar skýringar á því hvernig svona mál geti gengið jafn langt og raun ber vitni án þess að ráðherra heilbrigðismála eða önnur heilbrigðisyfirvöld komi í raun nokkuð að málinu. Hæstv. Heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson tekur til máls. Virðulegi forseti, ekki kann ég nú aðra skýringar á því hvernig þessi umræða þróaðist en þá að það er mikill áhugi á öllu sem viðkemur heilbrigðiskerfinu og mikill áhugi á því sem þar er að gerast. Í mínum huga var þessi umræða allan tímann hálf innihaldslaus því að ekkert af þessu hafði verið birt okkur og ég kann engar skýringar á því með hvaða hætti þetta mál vannst áfram með þvílíkum ólíkindum, sérstaklega einnar viku skeið í umræðu fjölmiðla. Það er hins vegar ákvæði í lögum heilbrigðisþjónustu og landlækni sem beinlínis eru orðuð þannig að áform sem þessi ber að tilkynna landlæknisembættinu fyrirhuguð áform rekstur þannig að það geti komið inn í á skynsamlegum og skikkanlegum tíma til þess að fylgjast með því hvernig þetta væri gert. Og ég ítreka það enn og aftur að það er minn skilningur að regluverkið sé með þeim hætti að embætti landlæknis hafi tæki til þess að grípa inn í áform aðila ef að það metur stöðu heilbrigðiskerfisins ógnað.